Komið sæl, Katrín heiti ég Baldursdóttir og þið erum komin í þáttinn Saga fyrir svefninn. Í kvöld ætlar gestur okkar, eða gestur minn, að segja okkur frá lífi fólks sem hefur þurft að berjast með kjafti og klóm fyrir tilverurétti sínum. Og það er ennþá langt í land. Hún heitir Þorbjörg Þorvaldsdóttir og er formaður samtakanna 78. Komdu sæl, Þorbjörg. Sæl. Ég hef svona tiltölulega, það er tiltölulega stutt síðan ég fór að átta mig á því hvað kynin eru orðin mörg. Og það er bara mjög stutt síðan að ég breytti eða reyna að vanda mig og breyta yfir frá því að segja launamunur karls og konu í að breyta þannig að ég tali kynin. Akkurat. Öll kynin. Já, launamunur kynjanna þá. Já, það gerði maður náttúrulega alltaf. Já. En maður sagði líka launamunur karla og kvenna. Já, akkurat. En núna getur maður, finnst mér að maður ekki geta gert það, sjálfsög ekki, því að kynin er svo mörg. En hvað eru kynin orðin mörg? Þetta er í raun og veru spurning sem er algjörlega ómögulegt að svara. Við höfum þessa tvo stóru hópa, karla og konur, og síðan höfum við, lagalega séð höfum við þennan þriðja flokk, sem er þá kynhlutlaus skráning í þjóðskrá. En það í raun og veru nær yfir allt það fólk sem passar ekki inn í þessa tvo flokka. Þetta fólk getur svo haft alls konar kynvitund og hvort að við eigum að kalla það, fara að telja allar þær skilgreiningar upp sem mismunandi kyn, jú, við kannski getum gert það. Já, bara svona kannski það helsta, svona sem þannig að fólk viti svona það sem er kannski áberandi. Já, það er í raun og veru kannski helst, það er þá kynsegin sem er, fólk sem er kynsegin, það er þá svona reglífa hugtak yfir nokkra hópa fólks. Og það er til dæmis hægt að vera flæðigerfa eða það sem heitir á ensku gender fluid. Það þýðir að maður flakkar svolítið á milli, kannski þessara tveggja póla. Ef við ímyndum okkur kyn sem einhvers konar svona spektrum, þá getum við ímyndað okkur sér tveir pólar og svo sé flakki fólk á milli. Þannig að það er til dæmis eitt. Það er hægt að vera eigerfa eða eigender. Eikynhneigð? Nei, eigerfa, það er eigender, af því þetta fjallar þá kynvitund, bara hvernig maður upplifir sig í kyni sínu. Og ef maður er eigerfa þá upplifir maður í raun og veru þannig að maður hafi ekki kyn. Já, er það ekki sama á hán? Ef þú ert hán, þá viltu hvorki skilgreina þess sem karl eða konu, heldur sem hvorugkyn, ekki satt? Jú, það í raun og veru fólk sem vill nota fornafnið hán er gjarnan kynsegin fólk. Já. Og það er þá, kynsegin fólk er þá tilheyrir þessu reglífa hugtaki, fellur í þennan þriðja flokk, þriðja kynjaflokk. Já. Er ég að gera mig skiljanlega? Já, Þannig að við erum með karla, konur, svo erum við með kynsegin fólk. Já. Undir reglífinni kynsegin, þar að segja kynsegin fólk getur verið alls konar. Já. En við gætum auðvitað að einhverju leyti sett konur, ef við tækjum bara kynið konur fyrir, þá gætum við sett konur í alls konar flokka. Eftir hvernig það upplifa sig í kyni sínu. Okkur líður ekki öllum eins í kyni okkar, tjáum kyni okkar ekki eins og svo framvegis, það er til alveg hellingur af mismunandi konum, við erum ekki allar eins. En á heimasíðunni ykkar og hinsegin heimasíðunni, það voru taldar upp ákveðnar tegundir. Já, það eru taldar einmitt. Ef þú vildi segja okkur frá því sem er þá það sem blasir við manni þegar maður er að leita sér upplýsinga hvernig þetta lítur út núna. Já, ég var búin að telja upp þarna tvennt. Kynsegin fólk almennt er, eins og þú sagðir, fólk sem upplifir sig utan kynjatvíkunar. Núna er ég kannski ekki með listan fyrir fram mig, það er líka til að vera tvígerfa, að vera bigender, að upplifa sig þá bæði sem karl og konu
og já, það til fjöldinn allur af skilgreiningum og fólk, sko, ég held við þurfum ekki fyrir fólk sem að reyna að skilja þetta í fyrsta sinn, þá þarf fólk ekki að skilja allar þessar skilgreiningar nema það auðvitað þekki eitthvað sem að vill nota eina þeirra. Já. Það nóg að vita að það sé til fólk sem fyrir utan þessa 2 stóru kynjaflokka og þau eru jafnan kölluð kynsegin fólk. Já. Eða svo höfum við líka nýtt nýyrði sem kvár. Þannig að við höfum kalla og konur og kvár. Já, kvár, hvað það? Það það bara nýyrði, það bara nafnorð í staðan fyrir að segja alltaf kynsegin fólk. Já, segja kvár. Já, í staðan fyrir að segja sko kvenkyns fólk, að þá segjum við konur, en í staðan fyrir að segja kynsegin fólk, þá segjum við kvár. Kvár, já. Þannig að það þá í raun og veru samheiti yfir kynsegin fólk. Já. Þannig að nöfnið það alltaf að koma inn nýtt og þetta náttúrulega, sko, það auðvitað, manni finnst þegar maður fyrir að hugsa meir þetta, fordómarnir geta verið svo miklir, að fólk þurfa að vera að berjast fyrir því að fá að vera eins og því líður og eða og fá að skilgreina sig á sínum eigin forsendum. Já. Þetta hefur verið rosaleg barátta. Já, það hefur verið það. Já. Alveg frá upphafi og fyrir raun og veru alla hópa hinsegin fólks. Við þetta erum mjög fjölbreyttur hópur fólks en hver og einn hópur innan þessara risastóru reglur hefur þurft að berjast fyrir tilverurétti sínum á einhvern hátt. Já. Og þetta voru það homar og lesbíur sem að ruddu brautina fyrir okkur öll inn. Nú ég til dæmis tvíkynhneigð. Og það einn flokkurinn undir kynsegin. Það vera tvíkynhneigður. Nei, þá ég, sko þá erum við nefnilega, við kannski tökum þetta núna. Að það við kynvitund og kynhneigð eru sitt hvor hluturinn. Þannig að kynvitund það hvernig við upplifum kyn okkar. Það að segja, eins og hán? Til dæmis, og bara, til dæmis ég sískona, það þýðir að ég kona og ég bara, þegar ég fæddist þá hélt allir að ég væri kona eða stelpa og það var bara rétt hjá Þú veist, mér líður bara vel í mínu kyni, ég hef aldrei verið óviss það hvort að ég sé kona eða neitt svoleiðis. Það mín kynvitund, ég kona. Okay. Hins vegar kynhneigð mín, svo að hverjum ég laðast, með hverjum ég vil eða lífinu eða sofa hjá eða allt það. Þannig að það þá aðlögun sem kynhneigðin og svo hvernig maður upplifir sig. En hver þá kynhneigðin hjá þér? Tvíkynhneigð, ég tvíkynhneigð. Það sem sagt karl eða kona, eða? Já, þannig ég hrífst af, og ég reyndar setja það þannig fram, ég hrífst af mínu eiginkyni og öðrum kynjum. Já, öðrum kynjum líka? Já. Og þannig að það ekki bara kall og kona, heldur það þitt kyn og svo önnur kyn. Já. En fólk skilgreinir tvíkynhneigð á alls konar mismunandi vegu, en í grunninn þá þetta svona fjölkynhneigð, þar að segja, og í gamla dag þá var talað það að fólk laðaðist að köllum og konum. En erum við þá ekki að tala það að, eins og mér fannst ég einhvers stað að lesa því ég var að reyna að kynna mér þetta. Já. Að þá ein tegund sú að því þú ert að tala sem sagt að konum og svo öllum hinnum kynjum. Já. Að þá ertu í rauninni að hrífast af út sem sagt bara að persónu, en ekki af hvaða kyni persónan er. Er ég að flækja máli núna? Nei, vegna þess að þarna kemur kannski meira inn á skilgreiningu sem pankynhneigð. Já. Pankynhneigð og tvíkynhneigð eru tvær mismunandi skilgreiningar en að miklu leyti skildar. Hvernig þá? Og oft talað og það ekki allt pankynhneigt fólk sem sammála nákvæmlega þessari skilgreiningu. Ég ætla þó samt að fá að henda henni fram. Já. Að oft talað að pankynhneigt fólk hrífist frekar með þetta persónuleikum fólks eða hrífist að fólki óháð kyni. Já. Mín tvíkynhneigð hins vegar þannig að ég get hrifist af karlmannlegum eiginleikum og kvenlegum eiginleikum og það skiptir mig alveg pínulitlu máli. Þú veist, ég horfi alveg í kannski fas eða hvernig fólk kemur fram, skilur hvað ég við? Já. Ég ekki að segja að pankynhneigt fólk gerir það aldrei. Já. En þar þetta einhvern veginn óháð kyni
á meðan svona þessi kynjuðu hlutir geta alveg skipt mig máli í minni aðlögun. Já, ég skil ég alveg og þetta er mjög gott dæmi, sko, það hvernig þetta getur birst, vegna þess að það eru þetta allt annað eins og hjá Pan, að þú hrífst af persónunni, en svo eins og hjá þér þá kemur einhvers konar kyn, sko, hvort þú ert kallið eða kona eða eitthvað með, þú veist, að fasið, hreyfingin, getur verið svona ekki bara persónan, heldur líka hvernig viðkomandi ber sig og svo framvegis. Já, út frá kynni. Og það er einmitt, sko, sem er náttúrulega eins og mismunun á karl og konu, það eru mismunandi hreyfingar og mismunandi þó að þú getur hrifist af og svo stundum hrifst ég til dæmis af mjög karlmannlegum konum eða kvenlegum körlum, þú veist. Eða kynsegin fólki, þú veist, en þetta bara, þetta er svolítið alls konar. Og svo erum við líka með sveigjanlega kynhneigð. Þá myndi það kannski sem þú ert náttúrulega með ákveðna kynhneigð, þú er búin að lýsa því, en ef þú væri með sveigjanlega kynhneigð, þá hefur svona kynhneigð eins og þú til dæmis núna, svo kannski eftir 2 árum seinna, þá væru kannski komið annars konar kynhneigð. Er það sveigjanleg kynhneigð? Já, ég ætli það ekki. Að sko, kynhneigð getur verið sveigjanleg og hún getur breyst. Hún gerir það alls ekkert alltaf, en hjá sumu fólki þá getur kynhneigð verið svolítið breytileg bara eftir hvaða æviskeiði fólk er eða þannig að þetta er ekkert alltaf algjörlega meitlaði stein. Og það sem okkur finnst svo mikilvægt, en mér finnst mjög mikilvægt, sérstaklega þegar við tölum ungt fólk sem er kannski að koma út úr skápnum, skiptir svo miklu máli að gefa fólki þetta skilgreiningavald einhvern veginn algjörlega sjálft. Gerum ekki ráð fyrir því að fólk eigi eftir að breyta, að kynhneigð fólks eða kynvitund eigi eftir að breytast, heldur setjum valdið algjörlega í hendur manneskjunnar sjálfrar. Og sjáum það bara til. En einmitt, ekki vera einhver kemur út þetta niður. Ef við ímyndum okkur að ég væri 15 ára, ég kem út fyrir foreldrum mínum og segi, hei mamma, pappi, ég er tvíkynhneigð, og þau myndu segja, já, ok, og en þýðir þetta ekki að þú verður lesbía þegar þú verður 20. Þannig að það er alltaf lagið þótt maður gerir sig grein fyrir því að kynhneigð geti alveg geti þróast og breyst að gerum ekki ráð fyrir því. En sko það er miklu fordómar líka bara í kerfinu, ekki hjá fólki, bara manneski heldur kerfinu sjálfu. Og eins til dæmis eins og með transhópinn sem virðist eiga verulega undir högg að sækja, það var að fordómar. Að þá er það að vera trans, það er skilgreint sem geðsjúkdómur í heilbrigðiskerfinu. Hefur verið það lengi. Nýjustu svona tilmæli, nú kann ég ekki svona alveg heilbrigðismál, en það eru gefnar út svona sjúkdómaskrár á ákveðnum ára fresti. Ó nei, nú er ég alveg komin. En bara sem sagt á ákveðnum ára fresti. Þá gefur alveg heilbrigðisstofnun út svona skjöl og hún hefur fjarlægt það að vera trans af þessari skrá yfir geðsjúkdóma. Þannig í raun og veru þá er þetta ekki lengur skilgreint sem geðsjúkdómur, réttilega, en þá eftir að uppfæra það hér. Eftir að uppfæra hér, eins og ýmislegt annað. Það er svona, það er bara þannig að auðvitað, þú veist, að þetta er svolítið svona, það tekur alltaf tíma að gera breytingar á stórum kerfum. En mér finnst almennt séð, þá stundum eru kerfin fordómafull eða við skulum kannski frekar segja að það séu fordómar innbyggðir í þau. Vegna þess að sjálfsögðu þá er það fólk sem býr til kerfi og fólk með bresti og fordóma og alls konar hugmyndir hlutina sem að búa til kerfin okkar og auðvitað kemur það síðan fram í þessum kerfum. En eins og dæmi þetta til dæmis er það að í Reykjavík þá hefur Reykjavíkurborg verið að reyna að berjast fyrir því að fá að hafa kynhlutlaust klósett á vinnustöðum hjá sér eða í Ráðhúsinu og það hefur ekki gengið upp vegna þess að það er eitthvað reglugerð sem stendur í vegi fyrir því.
og það hefur mikið verið í umræðinu núna til dæmis með Háskóla Íslands og það er reglugerð sem segir að á vinnustöðum yfir einhverjum ákveðnu fjölda þá verði að vera klósett fyrir kalla og klósett fyrir konur. Ef það eru básar þar segja. Já. Og þú veist, það eru bara svona, og þetta er í raun og veru stangast náttúrulega á við lögum kynrænt sjálfræði, þar sem að gert þar sem að þessi þriðji flokkur, eins og vorum að tala um fólki sem fellur ekki inn í þessa tvo hópa, að þar sem að hann er algjörlega viðurkenndur. Já. Og þá eftir að uppfæra þetta allt í samræmi við þessi nýju lög, og það er til ákveðin fyrirstaða í kerfinu, og kerfið er auðvitað ekkert annað en fólk, eins og þú segir, réttilega. En sko, nú segir þú að þetta er greinilega mjög algjörlega ekki hægt að segja hvað eru kynin mörg, eins og við vorum að fara yfir hérna upphafi. Og þannig að svo finnst manni að því að, eins og ég upplifi þetta, mér finnst fólk af hinsegin fólk mjög viðkvæmt fyrir því að það fái örugglega virðingu sem að því að sjálfsögðu ber. En þá kemur þessi spurning, hvernig á ég að geta nálgast þig með virðingu ef ég veit ekki hvað þú ert? Já. Þetta er krús, ég vil bera virðingu fyrir þér, en ég veit ekki hvað þú ert. Já, þetta er frábær spurning. Já. Og vegna þess að við erum alltaf að flokka. Já. Þetta er svo innbyggt í mannshugan einhvern veginn. Við erum alltaf að reyna að flokka og setja fólk í kassa. Og þegar við hittum eitthvað, og meira að segja íslensku, þá þetta þurfum við stundum, við kannski notum ekki alltaf sæl og sæll. Nei. Eða sælt. Nei. En meira að segja kveðjurnar okkar geta verið kynjaðar. Já. Sem betur fyrir góðan daginn ekki kynjað. Akkúrat. Og ef að maður er óviss, til dæmis það hvaða fornafn ykkur notar, ef þú horfir á okkur mannesku og þú hugsar, ok, það getur verið, í raun og veru gætu við sagt að hverja einustu mannesku, sko, við getum í raun og veru aldrei sagt til að hvernig fólk vill láta ávarpa sig. Nei. Þú veist, höfum það alveg á hreinu. En ef við erum í einhverjum svona vafa, að þá myndi ég alltaf, ef þetta er sko afgreiðslumanneski út í búð, þá myndi ég bara leggja mig fram það að nota mál sem að kynjar ekki. Þá myndi ég bara halda mig við góðan daginn í staðan fyrir að segja sætlvinur. Já. Þannig að það sé bara almennt. Það þarf þig að gruna að viðkomandi sé einhverju öðru kyni en karl og konu. Nei, ég held að almennt væri bara mjög gott að temja sér þetta. Já, bara fara að temja sér þetta vegna þess að kynin eru það mörg, þannig að þú sért ekki að ákveða það af hvaða kyni viðkomandi er á staðnum. Nei. Því hann getur verið af ýmsum kynjum. Já, og ég reyna að gera þetta til dæmis sem kennari, þá segi ég, þegar ég kem að hópi barna, í staðin fyrir að flokka við strax fyrir þetta er allt stelpur. Já. Þá segi ég frekar bara krakkar. Já. Það skaðar engan, það gerir ekki neitt eða, þannig að ég gerir frekar ráð fyrir því að það sé blandaður hópur og svo kemur það bara í ljós hvort það er rétt eða ekki, en þá er ég allavega búin að, þá er ég ekki búin að kynja hópinn. Akkurat, þegar þú byrjar. Já. Þú ert sem sagt kennari. Já. Já, og ert að kenna, hvað, í grunnskólanum? Já, í unglingadeildinni. Já. Og notarðu eða upplýsurðu mikið og notarðu einmitt tækifærið til þess að búa ungt fólk undir framtíðina hvað þetta varðar? Ég reyni það, já. Já. Hvernig þá? Nú kenni ég til dæmis íslensku. Já. Og ég kenni fornafni hán. Já. Með ásamt hinum persónufornafnum. Já. Útskýri hvernig ég að nota það. Já. Það er eitt af því sem er bara mjög mikilvægt að þau viti, ekki síst bæði í einhvern veginn almennu lífi, líka bara til þess að geta verið með í umræðu málið og svo til þess að geta ávarpa hvert annað vegna svo oft eru krakkar á þessum aldrei komin út úr skápnum. Já. En reynirðu þá að vekja til umhugsunar það eða til svona vakningar það að þau kannski gangist við sínu kyni eða hvernig gerir það ekki? Sko, kannski ekki beinlínis svona. Nei, þú ert ekkert að ýta á eftir því. Fólk gerir þetta bara sínu forsendum. Já.
og það bara, það eina sem að... En þú upplýsir þetta, að það sé ýmsu kyn og allt þetta. Gerði það, sjálfsög. Og hvernig upplifa þau? En það er hlutverk mitt að fræða heiminn, sko. Nákvæmlega, alveg. En ég held að, það sem að ég sjálfsög gerir er að reyna að búa til umhverfi þar sem að fólk er öruggt. Þar sem að börn eru örugg og í öruggu umhverfi. Það er auðvitað hægara sagt að gert alltaf í kannski úlingahópi. En það er það sem ég myndi vilja sjá alla kennara til dæmis og fólk sem starfa með börnum reyna að gera. Að gera rýmin sín að öruggu rými til þess að prófa til dæmis að augra einhverjum svona kynja hugmyndum. Og já, ég held að það sé bara leiðin. Og svo ef að börn eru hinsegin þá finna þau það hjá sjálfum sér. Það þarf ekkert að... Það eina sem við þurfum að vita er að það er í lagi. Já, þetta er svolítið, þú segir einmitt að þú talir hán. Já, ég læt vita. Og það auðvitað er eitthvað merki, þú veist, það er auðvitað merki það að ég virði sjálfskilgreiningar fólks og kynfólks. Þannig að, Já, og í því samhengi þá langar mig til þess að, sko, því ég fór inn á heimasíður hinsegin og svo samtakana og mér finnst þetta flottar heimasíður. Skilgreint allt þetta á mjög svona skiljanlegu máli fyrir alla, þannig ég mæli með að fólk sko lesi þetta, því að ég gerði það. ötila.is eða ekki, og svo samtökin 78.is. Og þar eru með setningar hán, sem eru þá fólk sem skilgreinir sig hvorki sem karl né konu. Já, eða bæði. Eða sem ekkert kyn. Eða flakk á milli. Já, það er hán allt saman. Allt þetta fólk myndi falla undir kynsegin reglífuna sem að gjarnan vilja nota fornafni hán, ekki öll þó, en mörg þeirra nota fornafni hán. En sem sagt hán getur þá líka verið þá, eins og ég sagði áðan, hvorki vill ekki skilgreina sig karl, ekki sem kona, heldur vera hvorukyns. Já, ok. Og síðan að, til dæmis, þá segir maður hán er svangt. Það er hánið, hánið. Og þá notar maður alltaf hvorukyns. Maður getur ekki sagt hann eða hún. Heldur maður þarf alltaf að nota hvorukyns eins og skáldið. Eins og þú ert skáld, þá talar skáldið. Og í öllu þá tala, einu sinni heyrði ég unga konu, mjög frambærilega á Rás 1. Og hún talaði alveg og hún allan tíman klikkaði aldrei á því að hafa hvorugkyn allstaðar þar sem það átti við. En fyrir okkur, þá er þetta, sem aldrei höfum notað þetta, mjög erfitt. En svo er líka... Má ég kannski útskýra þess með hán? Að þetta er fornafn, bara eins og hann og hún. Og ástæðan fyrir því til dæmis að við ákváðum að finna okkur nafnorð eins og hvár var vegna þess að fólk er stundum að nota hán sem nafnorð. Þú veist að ég geti sagt þessi þarna er svona hán eitthvað svoleiðis, það var maður að nota hán sem nafnorð, en það væri bara eins og að segja að þessi þarna hún er svona hún, skilur. Þannig að þannig að hán er fornafn. Og tekur alltaf með sér þessar hvorukynsendingar og það beygist eins og lán. Þannig að það er hán frá háni til háns og fleirtalan af hán er bara þau. Nú? Já, það er bara svo fólkið. En svo er líka setning eins og hé er lögfræðingur. Hé. Hvað er það? Þetta er í raun og veru annað svona fornafn, kynhlutlist fornafn. Og get ég valið hvort ég vil segja hán eða hé eða... Þú velur, sko, manneskjan sjálf velur sér fornafn í raun. En það er ekki það að hé sér eitthvað öðruvísi en hánið? Nei, hé og hán eru bara sambærileg orð. Og ég held að, og það fer bara eftir manneskjunni. Og hín, og svo líka hín. Og hín líka, Og ég myndi alltaf bara gera ráð fyrir því frekar, sko, ef að, fólk yfirleitt lætur mann vita hvaða fornafna vill nota og svo getur maður líka alltaf spurt.
sérstaklega ef maður að kynnast, þú þarft ekki að spyrja manneskjuna á kassanum, eins og við erum að tala á hann, þú þarft ekki að spyrja manneskjuna á kassanum hvað fornöfn notar áður en að þú getur sagt sæl, sæll eða sælt, sko. Þá sleppur þú bara kynjumáli og heldur áfram með daginn, en ef þú ert kannski að kynnast einhverjum, þá allt í lagi og það viðeigandi að spyrja hvað fornöfn notar þú. Eða að segja... En þá eru líka að vita hvort að viðkomandi sé ekki hann... Eða maður gæti tamið sér það, að spyrja bara fólk almennt. Eða að temja sér að kynna sig og við gerum það oft í svona hinsegin rýmum og ég gera það sem forfallakennari þegar ég kem inn í nýja bekki. Segi, hæ, ég heiti Þorbjörg, ég nota fornafni hún. Já, þetta svolítið merkilegt. Og tek svo kannski smá umræði. Af hverju er að segja eitthvað frá því, krakkar? Akkurat. En ef þú veist það ekki, til dæmis, ef ég fer inn í eitthvað rými, bara nú ég að tala bara í daglega lífinu. Já. Ef ég veit ekki hvað, að þessi betra að nota bara hán eða eitthvað svoleiðis eða sæl og góðan daginn, frekar en sæll og blessaður, eitthvað svona, temja sér eitthvað svona, en ef ég í staðinn fyrir að nota hann eða hún, á ég þá að nota bara, hvað væri þá yfirheitið, yfir hann, hún og hán? Hvað væri yfirheitið í rauninni? Þannig að ef ég er að spyrja þig og veit ekki hvort þú vilt vera hann, hún eða hán, þá áttu enga... Þá hef ég enga möguleika. Nei. Heldur segi bara kannski... Sumir vilja nota hán þannig, að þú getur líka notað fyrir manneskju af óþekktu kyni, en ekki bara fólk sem skilgreinir sig utan tvíhyggjunnar eða er utan tvíhyggjunnar. Þetta er svolítið erfitt. Þetta, já, af því þetta kannski setur svolítið kerfið okkar í uppnám. Þetta kynjakerfi, þar sem að við höfum þessa tvo stóru póla og við viljum alltaf vera að flokka fólk niður í þessa tvíhyggju og þannig að þetta setur hlutinu svolítið uppnám fyrir fólki, en þetta er bara svona smá æfing. Þetta er smá æfing, og það sem skiptir máli, því nú er fólk oft svo hrætt af því að þú talar til dæmis á þannig að fólk væri viðkvæmt fyrir því hvernig talað við það eða það. Og fólk er það yfirleitt af mjög góður ástæðu, þú veist að það hefur kannski, miskynjað eins og kallað dag eftir dag endalaust og þá er kannski síðasta miskynjunin dropinn sem fyllir mælinn og getur verið bara haft rosalega vond áhrif á líf fólks, en fólk finnur það ef að maður er að reyna. Og ef að þú segir eitthvað og það er algjörlega óvart, skilurðu mig, þá biðst maður bara, og það kemur upp að það er rangt, þá verður maður biðst bara afsökunar og heldur áfram. Þú veist, það er ekki hægt að gera meiri kröfu á fólk en það. Við gerum bara okkar besta, en auðvitað þarf fólk að leggja sig fram líka. Já, fólkið sem er í þessum venjulegu kategórium. Já, það við, þú veist, bara manneskjur eins og þú, manneskjur eins og ég. Við þurfum að leggja okkur fram við að tileinka okkur það til dæmis að nota hán og að nota hvorugkyn. Það auðvitað, ég fæ kannski fleiri tækifæri til þess að því ég þekki svo margt kynsegin fólk og er kannski að tala þau við aðra, skilurðu. Þannig að þá fær maður æfinguna og kemst upp að lagi með þetta. Ég ruglast alveg stundum líka. Og þá leiðréttið mig strax og segi bara nei, fyrirgefðu. Eða nei, fyrirgefðu, nota hvorugkyns lýsingar eða eitthvað svoleiðis. En hvað er þetta stór hópur kynsegin fólk á Íslandi til dæmis? Nokkur hundruð manns. Já. Og alls ekki sá fjöldi búinn að skrá sig sem kynsegin í þjóðskrá. Nei, og örugglega margir kynsegin sem ekki eru búin að láta neitt í það, þannig að það er ekki eins og inn í menginu hjá ykkur. Já, akkurat. Ég ætla að koma aftur að transhópnum sem að virðist, verða mjög illa úti. Maður hefur heyrt það núna undanfarið. Af hverju er það? Af hverju fær transhópurinn svona einhvern veginn slæma meðhöndlun? Ég eiginlega veit ekki alveg. Nei. Þau kynsegin fólk, að því nú hefur verið að tala svolítið mikið þau, kynsegin fólk, þau falla undir transreglífuna líka.
En þannig að þó ef þú ert trans, þá getur líka verið kynsegin. Já. Kynsegin trans. Já, einmitt. En já, það góð spurning. Auðvitað eru réttindi transfólks tiltölulega nýtilkomin og meðvitundin transmálefni ekki eins mikil og til dæmis málefni homo og lesbía. Já. Og það bara, já, ég myndi segja að það ákveðið bakslag í gangi í málefnum transfólks og það í gangi, við sjáum það bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum til dæmis, að það rosalega ljót umræða og mjög í raun og veru, ég ætla bara að segja herferð gegn transfólki. Og það bara sama fólkið og barðist gegn réttindum homo og lesbía. Vandinn þar þetta í raun og þetta sama fólkið, þetta sömu peningarnir, sömu áhrifavaldarnir eða þannig sko. Þau áttuðu sig bara á því að þau gátu ekki keppt við slagorð á borðu við ást ást. Eða, nei þú veist, það fór allt í gegn. Þau börðust gegn, fyrir nokkrum árum voru þau að berjast gegn hjónaböndum samkynja para. En eru núna komin í það að reyna að banna transstelpum að stunda íþróttir með jafnöldrum sínum. Já, þannig að það bara, já, þetta komið þangað, sko. Já. Þetta nefnilega furðulegt. Það hefur bara svolítið, já, maður má alveg segja að víglínan en að gæsalappi hafi fæst til og fer lengra þá út á jaðarinn á þann hóp sem á meira undir högg að sækja, hefur ekki, og já. Já. Hann var hjá mér daginn að Viðar Eggertsson, leikstjóri og leikari, með meiru. Já, nákvæmlega. Og hann náttúrulega samkynhneigður og hann talaði sérstaklega þessa fordóma gagnvart transfólki og nefndi eitt dæmi sem ég varst alveg sláandi að það var transmanneskja í búð og það var einhver viðskiptavinur þar sem að gerði sér grein fyrir því að þarna var transmanneskja og manneskja var með börn þarna með sér í búðinni og það var bara gert atlag að henni. Hvað ert þú að gera inn í þessari búð? Eitthvað svona sko, bara svakalega vond framkoma. Og við höfum verið að heyra fleira svona. Hvernig dæmi þetta? Hvað það sem þetta fólk Fólk að lendi því að það kallað eftir þeim út á götu, ertu stelpa eða strákur? Já. Og svo svarar mann viðkomandi og svo bara veitt eftirför og einhver ókvæðisorð hrópuð að henni. Það svoleiðis dæmi. Já. Það hafa verið, já, það í raun og veru þessi dæmi, þar sem fólk að lenda í aðkasti í almannarýminu, sem valda mér allavega hvað mestum áhyggjum. Þetta svo þetta gerast inn í skólanum líka. En þetta eitthvað svona sem maður hélt að væri ekki að gerast á Íslandi hábjartan dag. En við erum að fá svona tilvikum til okkar. Já. Og hvernig takið þið á svona tilfelli? Þegar þið fáið svona tilfelli, hvernig takið þið á því? Við reynum að bjóða fólki sem að leita til okkar. Oft það ekki þannig að við heyrum kannski af einhverju og þá reynum við að hafa samband við fólk. Já. En við Já, ef þið heyrið af ykkur, þá hafið þið líka samband bara sjálf. Já. Og við bjóðum, við höfum náttúrulega ráðgjöf hjá okkur, bæði, þú veist, til þess að hjálpa til með svona félagslegar afleiðingar ofbeldis. Já. En síðan, og sálfræðilegar. En svo lögfræðingur okkar snærum sem að getur veitt lögfræðiráðgjöf ef fólk vill reyna að leita réttar síns. Og og við reynum líka, það til dæmis fremst á heimasíðun okkar núna því þetta hefur verið mikið umræðin undanfarið, svona þessi hatursglæpir gegn hinsegin fólki og hatursorðræða. Þá erum við með hnapp á vefsíðunni hjá okkur, fremstu síðunni, þar sem við hvetjum fólk til að tilkynna okkur, láta okkur vita af því sem í gangi. Og það líka hægt að setja inn skjáskot til dæmis sem að verður vitni einhverju grófu á internetinu. Og ástæðan fyrir því að við viljum halda utan um þetta, við viljum vita hvað í gangi til þess að geta brugðist rétt við í framhaldinu. En til dæmis ef það á einhverjum síðum hatursorðræða
og ég varð vör við það og tilkynni það til ykkar. Hvernig ferlið? Það í raun og veru ekki neitt ferli sem tekur við. Nei. Beinið þið þá tilmælum til viðkomandi mannesku eða viðkomandi félagasamtaka sem eru með þessa síðu að breyta orðræðunni eða hvernig breyta? Já, ég meina það gæti alveg komið til þess sko, ef við erum ekki að hafa samband við alla einstakling út í bæ sem að skrifa eitthvað rugl á netið. En þeir eru kannski meira fjölmiðlar. Gerðum við ekki neitt annað, já, það eru kannski frekar fjölmiðlar eða ef þetta eru einstaklingar auðvitað sem eru kannski áhrifastöðum og þá mögulega höfum við samband að láta vita eða þú veist, það getur verið eitthvað svoleiðis en já, þannig að þetta er frekar hugsa sem bara svona skráningaform og sem yfirsýn frekar heldur en eitthvað svona, en ef að fólk vill að við grípum til aðgerða eða ef við sjáum ástæðu til þess að grípa til aðgerða þá gerum við það en það fer kannski bara eftir hverju máli. Já. Hvað varst þú gömul þegar þú gerðir grein fyrir því? Hvaða kynhneigð? Já, ég var 18 ára. Já, og hvað gerðist? Ég áttaði mig á því að ekki allar, að það langaði ekki allar stelpur að sofa hjá öðrum stelpum. Já. Ég var einhvern veginn búin að ímynda mér það væri bara allir svo opnir, eins og ég. Komið daginn að það var ekki þannig. Já. Eða þú veist, ég fattaði bara ég áttaði mig bara á því að ég væri tvíkynhneigð. Þetta væri meira einu sinni var kallað bara bisexual. Já. Og svo bara smá saman þá hvað? Þá bara kem ég úr skápnum. Sem tvíkynhneigð? Já. Og svo kemur líka kynsegin inn í það? Nei, býttu nú ein. Mér fannst það eins og þú hefði sagt áðan að það væri bisexual og síðan líka... Já, svo meinur það að það var... þá var ég ekki bara að tala um fólk sem er bi-gender. Getur það ekki verið? Já. Þá er það kynvitundin. Sem er þá hvernig maður upplifir kyn sitt. Já. En nei, minn hinseginleiki er bara það að ég er tvíkynhneigð. Já, en svo varstu að tala um fasið að sama hvort það er karlmannlegur eða kvenlegur. Já, ég var bara svona að reyna að útskýra hvernig mín kynhneigð virkar en það er algjörlega undir þessari skilgreiningu tvíkynhneigð. Já, það er undir því. Það er mitt merki, þú veist, það er það sem ég Já, einmitt. Síðan er sko, það er líka eitthvað sem að þið talið sem er öráreiti. Er ekki fólk sem er kynsegin bara stöðugt að verða fyrir einhverju öráreiti? Er þetta sífelld glíma svona að Já, það er sko allt hinsegin fólk verður fyrir öráreiti og það er bara vegna þess að það er oft ekki gert ráð fyrir okkur. Nei. Þú veist, það getur verið bara skráningaform, það sem að gert ráð fyrir að barn eigi mömmu og pappa. Þú veist, og þá þarf hinsegin parið að strika út annarkvort eða það getur verið að blóðbankabíllinn mætir á vinnustæðin og hominn getur ekki gefið blóð. Og það getur verið að þú veist, þetta eru svona litlir hlutir í daglegu lífi. Og í fjölskyldinu, hvernig getur það birst í fjölskyldinu til dæmis? Út í fjölskylduboði, kannski á jólunum, og það er verið að koma jól og það er frænka og frændi sko, sem að hafa ekki skilninga á. Það gæti birst þannig að til dæmis að tvíkynhneigð manneskja væri alltaf spurð hvenær hún ætlaði að ná sér í mann. Já. Eða eitthvað svo leið sko. Já. Eða hvort að eða það getur verið að fólk sko reyndar, það er ekki öráreiti til dæmis þegar fólk neitar að nota rétt fornöfnum fólk. Hvaða áreiti er það þá? Alvarlegt? Já, það er bara, ég líti á það sem mannréttindabrot. Nei, andlegt ofbeldi. Andlegt ofbeldi. Já, og virðingarleysi. Já. Og getur verið mjög niðurbrjótandi. Já, það er að segja, ef manneskjan segir ég vil að nota hán. Já. Og svo ger ég það ekki. Já. Þá er það ákveðið ofbeldi. Já. Þú ert að gera lítið úr hennar kyni. Já. En sko,
ef að sko förum aftur í jólabóði sem núna í uppsiglingu, alls konar jólabóð. Og það frænka og frændi. Öráriti gæti verið, nú tek ég eitt dæmi. Umræða til dæmis gæti verið í boði svona, það gæti verið umræða eitthvað sem hinsegin og hvað viðkomandi væri nú þetta og hitt. Skilurðu mig? Það væri hommalegur eða eitthvað. Já. Og það sé eitthvað neikvætt. Já, og svo kannski manneskja þarna sem mögulega ekki komið út úr skápnum og heyrir. Já. Það væri dæmi svona öráriti. Og það hefur verið svona, þegar fólk er að reyna að útskýra hvernig þetta virkar, þá þetta svolítið eins og moskítóbit. Þú veist, eitt er allt í lagi, sko. Þú veist, og og maður lifir þetta alveg af og svoleiðis, en þegar þetta kemur einhvern veginn allt saman, þá hefur þetta alvöru áhrif á líf fólks. Já. En ef ég væri frænka þín og væri orðin öldruð svolítið og ég hitti þig í jólabóði og þú segði mér að þú værir tvíkynhneigð og ég skildi þig ekki alveg og ég myndi segja við þig kannski og hvenær ætlar að ná þér í mann? Og eins og það væri bara og svo myndi það verði einu sem væri í boði. Og talaði, þó þú væri búin að segja þetta við hana, þá talar hún alltaf við þig samt. Sko, eins og þú sért bara straight. Hvernig myndir þú taka því í boðinu? Ég myndi bara ábyggilega ekki segja neitt, sko. Nei. Eða segja kannski bara já eða konu, eða þú veist, eitthvað svona. Já, en ég meina, hvernig líður þér þá? Myndirðu segja, heyrðu, ég vil nú hafa umburlyndi gagnvart þessari konu, þessari frænku minni, eða myndirðu segja að hún ekki að bera virðingu fyrir mér sem ég á skilið? Ég held að í nákvæmlega svona dæmi þá væri það bara mjög persónubundi hvernig fólk bregst við. Mjög persónubundi hvernig fólk bregst við svona öráriti. Já, þú sér líka þegar viðkomandi er mín og þú kannski fólk skynjar það. Og það er alveg munur á, en þú veist, stundum er fólk með, þú veist, er með einhverja fordóma eða sýnir kannski fordómafulla hegðun en meinar ekkert með því, ætlar ekki að særa, gera það ómeðvitað, þú veist, okkar verkefni er að átta okkur á því hvenær við erum að gera fordómafull hluti og hvenær ekki. Þú veist, og það er bara eilífðarverkefni, að því við ölumst öll upp í fordómafullu samfélagi að ýmsu leyti. Þú veist, ég er alltaf að takast á við einhverja fordóma í mínu fari, það sem ég velti fyrir mér, þú veist, það eru bara svona eins og hlutir eins og sko, þegar mér hefur fundist rödd einhverja kvenna pirrandi. Og ósjálfrátt hætti ég að teki minna mark á því sem hún er að segja. Og ég hugsa, guð mig góðu, hvað maður er orðin, sko, hvað er búið að innræta. Já, að konur eigi að vera svo penar. Já, eða bara að djúpa raddir séu betri, eða, þú veist, þetta eru svona hlutir sem maður er ekkert að pæla í endilega dagstaglega og sem maður þarf að bera kennsla á í eigin fari. Þú veist, og margt af því sem margir af þeim fordómum sem hinsegin fólk verður fyrir, eru nákvæmlega svona, þú veist, eru nákvæmlega svona hlutir. Já. En pointið er samt alltaf svona að fólk finnur það sennilega bara eins og í venjulega, þá finnur kona það til dæmis þegar að karlmaður er að fara yfir mörkin í samskiptunum og sýnir svona ákveðna valdsmannslega hegðun og allar að fara yfir mörkin. Þá er þetta nákvæmlega sama að kynsegin fólk það bara finnur það. Þegar að viðkomandi manneskja, hvort hún er að leggja sig fram og er að reyna að vera almennilega, hvort hún er að reyna að vera, hvort þetta er einhver svona niðrandi hegðun og niðrandi framkoma. Já, algjörlega. Já. Þannig að það er allt öðruvísi. Það er allt annað. Já. Og það skiptir bara máli að reyna halda opnum hug og gera sitt besta. Já. En síðan, sko, hefur maður heyrt það að það sé sko að fólk og þjóðir, kannski að þjóðernishyggjunni í sambandi við þetta, að þjóðir
sko séu með svona bleikþvott sig. Það er að segja við erum eins og Ísrael, við erum sko hinsegin ferðamannaparadís og noti það kannski til þess að strika yfir eða hylja mannréttindabrotin sem framin eru nákvæmlega af þeim gagnvart Palestínufólki. Þannig að stundum þetta notað svona og eins með Bandaríkin að talandi það hvað þeir styðji nú mikið við baráttu hinsegin fólks út allan heim en og breiða þar með yfir kannski mannréttindabrotin sem framin heima við. Já. Og það og þetta hugtak hefur verið, það er haldið upprunnið einmitt í þessari Ísraels umræðu. Held að komi þaðan. Þessi bleikþvottur. Já. Þessi tala bleikþvott á mannréttindabrotum mitt. En þetta oft notað líka í samhengi til dæmis stórfyrirtækja sem skreyta sig með regnboganum en það hræðilegt að vera hinsegin og vinna fyrir þau. Já. Þar sem að einhvern veginn orðum fylgir ekki neitt, fylgir ekki neinar aðgerðir. Þar sem að þannig að bleikþvottur oft notað svona það að sýna stuðning eingöngu táknrænt. Já. Og fara og ganga ekkert lengra. Og svo eru sum fyrirtæki einmitt, kannski sérstaklega í Bandaríkjunum sem eru síðan, og það eru þetta svo miklu peningar inn í stjórnmálunum, svo það víðar en kannski sérstaklega þar, að þar eru mörg af þessum stóru fyrirtækjum kannski að þau eru með eitthvað regnbogavarning eða eitthvað í kringum Pride, en eru svo að borga undir frambjóðendur sem eru alfarið á móti öllum þeim réttindum sem hinsegin fólk hefur verið að berjast fyrir. Já. Og þannig að það svona þessi tvískinnungur sem þetta hugtak bendir á. Já. Svo líka sko þetta að hinsegin og hinsegin það er ekki, það er líka, maður heyrt af líka sko misrétti hvað varðar húðlit til dæmis. Og til dæmis þeir sem að tala þeir sem eru kannski róttækir hinsegin. Já. Að þeir séu svona jaðarsettari. Já. Heldur, og þeir sem eru með annan húðlit en hvítan, að þeir séu sko jaðarsettari. Já. Í hinsegin hópnum heldur en. Já, að það er fólk náttúrulega, fólk sem tilheyrir mörgum jaðarsettum hópum. Það er þessi margfalda jaðarsetning. Já. Og já, það bara er alveg rétt. Já. Og þetta er eitthvað sem að við þurfum eins og öll samfélög. Þannig að hinsegin samfélagið, þótt að sé stundum, erfitt kannski að skilgreina nákvæmlega hvað það er. Já. En jú, við sem kannski teljum okkur tilheyra því, við þurfum að vera mjög meðvituð þetta og mjög meðvituð það að jaðarsetning á grundvelli annarra þátta heldur en hinseginleika eru þetta risastórt vandamál innan okkar hreyfingar eins og annars staðar í samfélaginu. Já. Og svo líka þetta sem maður heyrt sko og þetta tengist líka alltaf þjóðernishyggjunni sko, eins og þetta allt sem ég er að tala um núna. Já. Að sko, hvernig ég orða það, að samsagt ef þú berst kannski fyrir, þú ert hinsegin og þú ert alltaf að berjast fyrir svona þínum einstaklingsréttindum. Sko ég ætla að fá að giftast og ég vil fá að giftast hér í þessu landi, hér má ég ekki giftast og ég ætla að berjast fyrir því og í mínu ríki og minni þjóð, hjá minni þjóð og svona. En beina kannski ekki nægilega sko kröftunum að því að berjast fyrir heildina. Já. Fyrir hópinn sem heild. Já, akkurat. Já. Og það er kannski þegar fólk er komið inn í þessa svona minni hópa, auðvitað skiptir máli fyrir fyrir þessa svona undirhópa innan hinsegin reglívernar eða hinsegin samfélagsins að berjast fyrir sínum hagsmunum af því að það er auðvitað það fólk sem að gera það best. Já. Þannig að það er eðlilegt til dæmis að intersex fólk leiði baráttuna fyrir intersex réttindum. Já.
eða transfólk leiði baráttuna fyrir transréttindum en ég skil gott við og það skiptir rosalega miklu máli nefnilega líka og það eitt af því sem ég hef reynt að tala mikið fyrir í minni formannstíð hjá samtökunum 78 það að við séum sameinaður frontur. Við það eru sömu kerfin sem að halda okkur niðri og við þurfum berjast saman og það skiptir máli að við séum sameinuð í þeirri baráttu eins og hægt á sama tíma þá skiptir líka máli að því nú að tala til dæmis róttækni skiptir rosalega miklu máli að það geti heyrst alls konar hinsegin raddir og það verða að heyrast líka þessar allra róttækustu raddir svo líka að samhliða fólkinu sem kannski fræðafólk eða fólk eins og ég sem fer fyrir svona hagsmunasamtökum, ég kannski ekki ofta að beita nákvæmlega sömu orðræðu og róttækasta fólki innan okkar raða, en ég vil mjög gjarnan að þau séu þarna og ég vil mjög gjarnan að það sé einhvern veginn sótt að þessu kerfi frá öllum áttum og að við leyfum umræðuna að vera fjölbreyttri og við eigum ekki heldur að setja eitthvað svona eitthvað staðal fyrir það hvað má segja í hinsegin baráttu til dæmis og þetta eitthvað svona ég pínu stjórnmálafrík og ég þurft að minna mig á þetta því að ég ekkert alltaf sammála öllum þeim aðferðum sem fólk endilega beitir en við þurfum allt þetta fólk Talandi það þú tala hvað þú leggur áherslu á í þinni formannstíð núna og hvað það kannski þá skulum við tala það áfram, hvað það svona helst sem þú brennur fyrir núna og eru verkefni þín núna framundan sem formaður samtakana 78? Já, það sem við höfum viljað leggja áherslu á núna undanfarið eru réttindi hinsegin hælisleitenda sem að hafa hinsegin hælisleitendur njóta ekki sérstakrar verndar samkvæmt útlendingalögum. Þannig að þau eru ekki, það að vera hinsegin ekki talin upp sem til dæmis ein breyta sem að gerir hælisleitenda í sérstökum áhættuhópi. Ekki það að það sé mjög mikið, virðist ekki vera 100% tekið tillit til þess vegna þess að börn eru til dæmis hluti, eru sérstakur áhættuhópur og við erum samt að senda þau á götunni í Grikklandi. Þannig að það mjög margt af þessu kerfi. Við viljum mjög gjarnan að hinseginleika sé bætt þarna inn sem svona verndunar breyti vegna þess að það verið og ég myndi vilja sjá stöðvun á brottvísunum til dæmis til landa eins og Grikklands þar sem að það ekki öruggt að vera og hvað þá sem hinsegin manneskja ef að eini möguleikin þinn á að búa einhvers staðar í flóttamannabúðum þá ertu ekki öruggur sem hinsegin einstaklingur, það bara 100% gefið. Og þannig að það sem að við höfum viljað setja á oddinn. Og hvernig gengur það? Eru það að vinna eitthvað með Útlendingastofnun í þessu eða hvernig gengur þessi barátta? Við erum með yfirleitt alltaf með fólk hjá okkur sem að við erum með svona kannski að veita ráðgjöf, þau koma til okkar fá hælisleitendur. Og við reynum að aðstoða þau eftir fremsta megni í sínum málum. En þessi pressa, hún þarf bara, hún í raun og veru beinist að þinginu. Við viljum bara fá, það þarf bara lagabreytingu í gegn þarna. Einmitt. Þannig að það er mikið verk að vinna þarna. Já, það er verk að vinna þarna. Og hvað eru þau svona líka? Og svo viljum við mjög gjarnan fá heildstæða góða hatursglæpalöggjöf og aðgerðaáætlun í haturs, gegn haturs tjáningu og hatursglæpum yfir höfuð. Og þið náttúrulega búin að koma því á framfæri og allt þar. Já, við reynum svona að koma þessu framfæri þar sem við getum. Og nú eru komin í ríkisstjórn, þannig að þið reynir náttúrulega að koma þessu væntanlega. Já, að sjálfsögðu. Við erum alveg með lista af efnum sem að það er nóg að taka og við getum bara, okkar helsta markmið, stærsta svona yfirmarkmið er það við viljum vera með bestu lagalegu réttindi hinsegin fólks í Evrópu.
og þar með reyndar í heimi. Já. Og hvernig gengur það? Við erum í 14. sæti núna. Já. Hver er í fyrsta sæti? Sko, hvað var það lagaleg réttindi þá Malta efst á þessum lista. Já, þau tóku sig á fyrir nokkrum árum og gjörbreyttu löggjöfinni sinni. En þar það í raun og veru akkúrat öfugt, þetta í raun og veru akkúrat öfugt scenaríó við það sem í gangi hér. Hér hefur almenningsáliti komið á undan löggjöfinni, en þar löggjöfin kannski komin á undan almenningsálitinu. Þannig eins og það hafa stundum verið að gera mælingar á því hvað best til dæmis að vera samkynhneigður og hér best að vera samkynhneigður samkvæmt þeim rannsóknum, til dæmis. En hvaða land, hvernig eru hinnar Norðurlandaþjóðirnar? Hvar eru þær á listanum? Ég man það nú ekki. Nei. Já, það hægt að kíkja á þetta. Já. Þetta skiptir ekki öllu máli. Nei, þau eru ofar en við, sko. Já, það nú aðalmálið, sko. Já, við viljum vinna þau. Já, ég skil það vel, sko. En við erum ekki okkur vantar svolítið upp á. Já, en svona að lokum, því að nú þetta mjög athyglisverða spjall, mjög upplýsandi fyrir mig og vonandi fyrir fólk sem heima að hlusta, að sko, hvernig tóku foreldrar þínir þér? Hvernig tóku foreldrar þínir á móti þér þegar þú tjáðir þeim hvernig þetta væri hjá þér? Bara vel. Já. Þau þurftu aðeins að venjast í, held ég. Og ég var skiptinemi akkúrat þegar ég kom út, þannig ég hringdi heim. Ég var í Honduras. Ég hringdi heim til mömmu og lét hana vita þessu. Og hún sendi mér, ég held að það verið á laugardegi sem ég hringdi hana. Hún sendi mér tölvupóst á mánudegi. Og það var náttúrulega, internetið ekki alveg á samstæðu að vera í dag, sko. Nei. En hún sendi mér tölvupóst á mánudegi og sagðist fyrir búin að googla þetta. Já. Og núna skildi hún þetta. Já. Einhver ráð sem, sko, ég veit að ég held allavega að það að segja, sko, sínu nánustu frá þessu sé kannski mjög, það náttúrulega allavega byrjunar, flestir byrja á því, kannski fyrir utan vini og svoleiðis, sko. Já. Að segja foreldrar, það sé svona dálítið kvíðvænlegt. Já, oft mjög, já. Já, að segja foreldrum sínu frá því. Nú ætla ég að biðja þig að enda á því að ráðleggja foreldrum. Já. Hvernig það á að taka á móti og hvernig það á hver viðbrögðin eigi að vera þegar að barni kemur með svona tilkynningu. Fólk má átta sig á því að þetta risastórt skref. Og stundum vill fólk nefnilega sýna fram á fordómaleysi sitt með því að láta eins og þetta sé ekkert mál. En fyrir þeim sem að koma út, þá þetta mjög mikið mál. Og oftast. Og þess vegna bara við hæfi að fyrstulega bara þakka trustið, myndi ég segja. Já. Og sko ég allavega óska fólki til hamingju. Já. Með að þekkja sjálft sitt betur. Já. Og það sem ég myndi ráðleggja foreldrum að leita sjálft upplýsinga eða ráðgjafar. Ekki fá barnið til að útskýra allt. Nei. Barnið eða ungmennið eða fullorðni einstaklingurinn, þetta kemur fólk út á öllum aldri. Já. Ekki setja manneskjuna sem var að koma út úr skápnum í þá stöðu að þurfa að útskýra allt. Þannig að frekar hafi samband, það hafa samband við Samtökin 78, fá einn ráðgjafartíma, fá aðeins aðeins að pústa og spyrja allar spurningarna sem þú vilt spyrja og en ekki leggja það á manneskjuna sem var að opna hjarta sitt. Nei, akkurat. Og svo líka kannski þetta að sko að það sé einhvern veginn bara, sko, ég sjálf, þau tala sko, svona, það er svolítið stutt síðan að ég fór einhvern veginn, það fór alltaf opnast hjá mér, gagnvart þessu. Já. Og hvaða í rauninni sjálfsagt að vera alls konar, kynsegin, hinsegin og það sem skiptir öllu máli ekki hvað þú ert, heldur hvernig þú ert og hvernig þú kemur fram við annað fólk. Og allir hafa bara rétt á að vera eins og þeim líður best.
Já. Er það ekki? Viltu bæta við þetta? Nei, þetta bara eru frábær, myndi ég segja, lokaorð. Já. Fjölbreytileikinn er fallegur. Fjölbreytileikinn er fallegur. Við skulum standa vörð um hann. Standa vörð um hann. Þorbjörg, takk fyrir komuna. Yndislegt að fá þig og ég vona að fólk kunna meta að fá svona upplýsingu. Takk hérlega fyrir boðið. Þá segi ég bara góða nótt og takk fyrir í kvöld. Katrín heiti Baldursdóttir og ég bara